Skemmtilega gert hjá þeim. Leiknir, 5. sæti hjá þeim, 1 sigur og 1 jafntefli. Þeir gerðu 0-0 jafntefli við Vestra í síðustu umferð en unnu Þrótt Reykjavík 3-1 í fyrstu umferð. Þróttur á botni töflunar eftir 2-0 tap gegn Þór sem taplaust og sigrað alla sína 3 leiki í deildinni hingað til. 9 stig hjá þeim fyrir þessa umferð. 4 lið á toppnum í raun. Þór, Keflavík, Fram og IBVF sem öll sigruðu sína 2 leiki til byrjunar en það einmitt 4 leikir á dagskrá í raun í deildinni í dag. Við sjáum við það, leikurinn í gær 0-2 hjá Þrótt og Þór en 4 dagskrá í dag. IBVF og Víkingur, Fram afturöldingi og svo við í Safamýrinni, Keflavík og Leiknir sem við sýnum hér frá Suðurnesjunum og Magni og Leiknir. Þessir 3 síðast nefndu leikir klukkan korter yfir 7 og þessi líkur svo þessa helgina með viðureign Vestra og Grindavíkur á morgun. Bæði liðin í inkassodeildinni eins og hún hét á síðasta tímabili. Gengi þessara liða nokkuð gott. Leiknir voru þar ofan á, endu í 3. sæti með 40 stig, voru í raun bara 2 stigum frá sæti í efstu deild og markatölu reyndar ef út í það farið en enduðu tímabilið af miklum krafti, 3 sigrum og 2 jafnteflum í síðustu 5 leikjunum en það dugði ekki til og eins og allir vita líklega núna þá voru það Fjölnir og Grótta sem fóru upp úr deildinni á síðasta tímabili en Keflvíkingar enduðu síðasta ár í 5. sæti með 34 stig og 8 stigum frá sæti í efstu deild en eins og áður segir bæði þessi lið og þjálfarar þeirra Eysteinn Núni og Sigurður Ragnar hjá Keflvíkingum og Sigurður Heiðar hjá Leiknismönnum hafa ekkert farið lengt með það að markmiði hjá báða liðum að fara upp í Pepsi Max deildina að áru liðinu en Sigurður Heiðar á reyndar góða minningar hérðan úr Keflavík sem þjálfari Leiknis en hans fyrsti leikur eftir að hafa tekið við sem aðalþjálfari var einmitt gegn Keflavík á nettovellinum þar sem að Leiknir vann 3-1 sigur hér. Viðrar ágætlega eins og annars staðar á landinu. Nokkrir regndropar kannski greinilega mögulega í loftinu en það er bara vel að vökva völlinn og frískandi fyrir menn inn á vellinum sömuleiðis en það var fróðlegur leikur og gaman að sjá hvernig þetta endar allt saman að þessu loknu og hvort að Keflvíkingar geti komið sér upp í hlið Þórs á toppi töflunar þegar þessu öllu saman líkur. Efstu deild karla í kvöld fer sömuleiðis fram leikur. Valur og Ía mætast í Hlíðarenda á Origo-vellinum en við sýnum einnig frá honum hér á Stöðu Sport. Þið hafið áhuga á því að horfa á þann leik sömuleiðis virkilega áhugaverður slagur milli Heimi Guðjóns og Jóa Kalla. Það voru liðin það bil klár. Heyrum þarna leikmenn að vera að peppa sig í gang og ganga hér á aftur Einari Inga Jóhannesinni með dómari leiksins og náttúrulega aðstoðar Eysteinn Hrafnsson og Jónas Geirsson og eftirlitsmaður Sigurður Hannesson og Gunnar Oddur Hafliðason. Gaman að segja frá því, þetta er bara svona fróðleiksmóli. Einar Ingi, dómari leiksins, flæktist þú reyndar í smá drama hérna fyrir 2 tímabilum síðan eða svo. Það var að dæma leik Vals og Stjörnunar sem endaði í 3-3 jafntefli en kom undir smá gagnrýni skulum við segja frá Óla Jó, þjálfara Valsmann á þeim tíma fyrir að gefa ekki Valsmanni víti enda fyrir Stjörnumaður og ýmislegt sem að gerðist í aðdraganda, í kjölfarið skulum við segja, ekki aðdraganda að því. Kíkjum þá á liðin, þeir eru svona útlítandi í markinu hjá Keflavík, Sindri Kristinn Ólafsson, aðri leikmenn Anton Freyr Guðlaugsson, Andri Fannar Freysson, Ignacio Anglada, Davíð Snær Jóhannsson, Adam Árni Róbertsson og nafni hans Adam Ægir Pálsson, Sindri Þór Guðmundsson, Joseph Gibbs, Rúnar Þór Sigurgeirsson og Kian Williams. Hjá Leikni, Guy Smith í markinu og svo aðri leikmenn Bjarki Aðalsteinsson, Erni Bjarnason, Máni Austmann Hilmarsson, Árni Elvar Árnason, Sævar Atli Magnússon, Brynjar Hlöðversson, Gyrðir Hrafn Guðbrandsson, Dagur Austmann Hilmarsson, Daniel Finns Mattíasson og Vúk Óskar Dimitrievich. Vúk sjálfsögðu keyptur til FH fyrir á tímabilinu en lánaður aftur til Leiknis
mjög áhugavert að fylgjast með þeim unga strák að gera að fara yfir bekkina og sjá hérna þjálfarinn neðst í myndin á bekknum hjá Keflavík: Þröstur Ingi Smárason, Ólafur Guðmundsson, Ari Steinn Guðmundsson, Dagur Ingi Valsson, Ingimundur Aron Guðnason, Jóhann Þór Arnarsson og Helgi Þór Jónsson. Hjá Leikni: Viktor Freyr, Ósvald Jarl, Daði Bærings, Sólon Breki Leifsson, Birgir Björnsson, Arnór Ingi Kristinsson og Ágúst Leó Björnsson. Mitt þarna á bekknum hjá Keflvíkingum: Ólafur Guðmundsson, miðjumaður Breiðablik sem að gekk til liðs við Keflavík á lánssamningi nú á dögunum, mættur á bekkinn en þetta er ekki byrjað hér í kvöld. Við erum komin í gang á Suðurnesunum. Það eru Leiknismenn sem að byrja með knöttinn. Leiknismenn hérna með boltan upp í vinstra megin. Það verðist blása töluvert á Suðurnesunum. Þetta er ekkert nýtt í því öllu saman. Áhugaverður bolti aftur til varnarinnar og hann er að koma hérna alla ansi langa leið út um markinu. Guy Smith segi til þess að sækja þennan bolta. Leiknismenn reyna að þröngva sér hérna upp miðjuna. Boltinn alla leið tilbaka. Kemur hérna til hægri á Gyrði. Boltinn hann berst út til vinstri en Leiknismenn að stjórna þessu töluvert hérna fyrstu mínúturnar. Keflvíkingar ekki ennþá komist almennilega á knöttinn. Kemur eitt hérna langur bolti fram en þessi endar í höndunum á Sindra Kristinn í markinu. Segjast bara alveg eins og er að gæti reynst erfitt fyrir mig til þess að sjá númerinn hjá Leiknismönnum hér í dag og ég bara biðst fyrirfram afsökunar til Leiknismanna því að vera ekki með nöfnin á mönnunum almennilega á hreinu en það er eins og þegar við gerum okkar besta og komumst í gegnum þetta saman. Klass þarna út í vinstra megin, Leiknismenn koma boltanum hér fram en þetta gengur ekki alveg og endar á Sindra í markinu. Klaufalegt þarna að missa þennan út fyrir og Leiknismenn áfram halda boltarum ansi vel hérna milli sín en berst hérna í fremstu línu en vel varist hjá Leiknismönnum. Boltinn tekur þarna tekinn af Joseph Gibbs í fremstu línu. Frans Elvarsson í liði Keflvíkinga hér í dag lítur að vera að glíma við einhver meiðsli. Sá reynslumikli leikmaður öllu jöfnu að ég myndi halda hérna fyrstum mönnum á blað hjá Keflvíkingum en við getum gert ráð fyrir því að það sé einhver meiðsli að ræða. Sindri kemur boltanum fram og þessi endar reyndar hérna út í vinstra megin á Adam Ægir. Adam
koma að setja inn á miðsvæðið. Nafnið hans Adam Árni en þetta er laflaust og í hendurnar á Guy Smith. Erfiður bolti hérna fyrir Sindra, slæm sending tilbaka og lítið sem hann gat gert í þessu fyrirliði Keflvíkinga setur hann aftur fyrir og þetta er hornspyrna sem að Leiknismenn eiga. Þetta er hættulegur bolti á nærsvæðið og Sindri nær að kýra þetta burtu reyndar. Keflvíkingar bæja þessu frá í bili en Daniel Finn sem kemur honum aftur hérna inn fyrir. Aftur hérna í fyrirgjöfuna, þetta er ágætis bolti á nærsvæðið en aftur ná Keflvíkingar að bæja hættunum frá. Hörku barátta sýnist að vera Girðir hérna mögulega sem var í færinu og Keflvíkingar vilja fá brotið en fá ekki. Sáum þetta aftur hérna svona klafsað í teiknum og kemur svo sem ekkert að sök þar sem að Keflvíkingarnir þetta einkast að lokum, þessa markspyrnu segi ég að lokum. Víkingarnir ekki verið mikið í boltanum þessar fyrstu mínútur, fyrst og fremst verið Leiknismenn hérna sem er að stjórna spilinu svona að mestu og halda boltanum vel hérna, leysa vel úr þessu hérna úr vörninni. Boltinu til hægri á Gyrði Hrafn. Viljandi heyrist þarna á bekknum en Rúnar Þór hérna sem að brotlegur. Þetta hér Rúnar hann fer í einvígið og hann slæðir hérna aðeins vinstri hendinni út og fer í andlitið á Daniel Finns og líklega hárrétt aukaspyrna hjá Einar Inga. Kemur fyrirgjöf frá Daniel, þetta er lár bolti, fer hérna þvert yfir teginn og endar í hendunum á Sindra þarna. Ekki sem kom inn af fjársvæðinu til þess að freista þess að koma þessum bolta í netið. Kemur boltinn fram Heljar hann eltingaleikur hérna og Sindri hérna Þór Guðmundsson sem að ætti upp hægri kantinn og fær aukaspyrnuna dæmda. Gæti svæðið hér fyrir Keflvíkinga til þess að koma þessum bolta fyrir. Sjálfsögðu að stilla upp þessum vegg og allt annað. Tveir Keflvíkingar hérna fyrir utan, Andri Fannar og Adam Ægir. Hann sé einn og yfirgefinn hérna, Andri Fannar Freysson, getur bara fengið boltan hérna að laða hann út. Keflvíkingar koma þessu fyrir, þetta er ágætis bolti en endar hér á Adam Ægir eða hvað. Nei, hann er ekki að halda þessu leik en þetta engast ætti nú að vera Keflvíkinga.
Mægir en kemur þessum bolta ekki fyrir. Fáið hotspilna, þetta aftur innanlega þarna næstu að þau ná einhvern veginn að framlengja þessum bolta og Leiknismenn hættunum frá síðustu stundu en það hefur verið höfuðhögg inn í teiknum þannig að Einar Ingi verður stöða leikinn. Það er erfitt að dæma hvað átti sér stað þarna nákvæmlega inn á miðjum teiknum en ná að framlengja þessum bolta vel sýnist að vera Sindri Þór sem að gera það en menn skella svo eitthvað saman þarna inn í markteiknum og skilti hvort að Leiknismenn halda þessum bolta eða hvað. Í gang, Brynjar hérna, líftur honum langt fram. Sævar Atli hann í baráttunni en gengur ekki. Ignacio hefur betur en boltinn berst aftur hérna inn á Sævar í góðu færi en setur hann yfir markið. Sævar Atli Magnússon fyrirliði Leiknismanna þarna í langbesta marktækifæri þessa leiks hér á 11. mínútu en setur hann yfir markið 1-1 handa gegn Sindra Kristinn í markinu. Það er ansi skrautlegt þarna, Vúk gerir vel, kemur honum inn á Sævar Atla og verður að gera betur þarna í það minnsta að setja þetta á ramman. Mægir kemur þessi tilbaka á Rúnar reynir fyrirgjöfina en gengur ekki. Brynjar þarna sýndist mér í baráttunni en þeir missa þetta út fyrir. Ignacio kemur þessu fram og þessi bolti endar hér á Rúnari. Rúnar reynir að fara fram hjá Gyrði þarna sýndist mér, Adam Mægir svo með hann aftur fram en gengur ekki. Gyrði gerir það eina í stöðunni, kemur þessu upp öllin. Vel hattan Davíð, Andra Freyr setur hann svo Ignacio. Adam Mægir en Gyrðir brotlegur aukaspyrna sem að Keflvíkingar eiga. Sjáum þetta eftir hérna Adam Klókur. Gyrðir svo ákynningur að komast í boltan, missir á honum og Þeir grípa í Adam Mægir Pálsson hann og gefur frá sér aukaspyrnuna.
Spyrnan en skallaði burtu af leiknismönnum. Lyft aftur inn á tegin. Adam skallan hann að Ignacio að reyna að halda þessu inn og gerir það hvað já sýnist mér en setja þetta út fyrir Sævar Atli sem gerir það. Þetta yngast Keflvíkinga. Rúnar fær hann aftur hérna að reyna að koma á sig fyrir en gengur ekki og Sævar Atli nægan tíma hérna en fekk ekki kallið frá samherjum sínum. Einar Ingi að flauta á hvað er ég ekki alveg viss hvort að boltinn hefði ekki viðkomið þarna í honum eða hvort að þetta sé á tæklinguna sem kom á undan. Ekki alveg klár á því. Þetta er bara gamla góða dómarakastið á Einar Inga. Gerir þetta skemmtilega að reyna að koma þessu fyrir og Ignacio reyndar í smá vandræðum þarna en kemur ekki sög. Sindri kemur út og handsama knöttinn. Langur fram, Adam Mægir smá vandræðum að ná þessu undir stjórn þarna og Gyrðir kemst inn í þetta. Gerir þetta vel, kemur hann fram á Sævar Atla og Ignacio brotlegur á lokum. Adam að fá á sig ansi ódýrt gult spjald fyrir að setja boltana út fyrir þegar að leiknismenn heiðust taka spyrnuna hratt. Þetta verður að segjast að þetta sé ansi ódýrt þarna hjá Adam Mægi. Þetta gula spjald á sig hérna á 18. mínútu. Keflvíkingar konur á boltan aftur, lýst eftir að koma hérna fram á Adam Mægir sem að ekki nógu snöggur til þess að halda þessum bolta í leik. Ekki verið mikið færi endilega þessar fyrstu 80 mínútur en klárlega besta færi leiksins leiknismanna Sævar Atli sem að komst vel á tegin í raun 1-1 gegn Sindra en setti boltan yfir markið. Gyrðir og aftur fá leiknismenn brotið. Snöggir að koma að þessi leik. Adam kemur þessu fram á nafna sinn. Þessar umkringdu leiknismönnum hérna, Adam Árni Róbertsson og missi knöttinn og kemur svo loksins tilbaka og þessi út fyrir. Þessar erfiðu bolti fyrir Daniel Finn sem að mista á honum þarna og
Mægir lítur þessi hérna hátt upp völlinn á engan samherja. Ágætis taktík þó, fer bara þarna út rétt við hotfánan, tækifæri fyrir Keflvíkinga til þess að ýta liðinu aðeins ofar. Sævar næra framlengja en var það Andri Ignacio en ekki alveg að mæta boltanum þarna, sem ekki klass hérna inn á miðsvæðinu. Hvar endar þessi? Þetta hjá Leiknismönnum. Daniel, hann lítur þessu fram, þetta fínasti bolti hérna út í vinstri, nóg pláss og það eru sneggir að koma sér fyrir. Sævar Atli að koma, nei ekki að koma Leiknismönnum yfir að því virðist. Einar Ingi búinn að flauta þarna komunum í markið Sævar Atli en það hafi verið rangur þegar sendingin kom. Erfitt að dæma það kannski út frá þessum myndum sem hann berst hérna út til vinstri og Sævar Atli kemur sér hérna inn á tegin. Ég held að þetta sé ansi tæft þarna en já, erfitt að dæma eins og áður segir. Sýndist að vera Sindri Þór Guðmundsson í hægri bakkvara stöðunni sem að mögulega spilaði Sævar réttstaðan en þessu verður ekki breytt, það er nokkuð ljóst. Einar Ingi og aðstofamenn hans dæma markið af. Sindri Kristinn orðið fyrir einhverju njaski, líklega lent á stönginni hérna. Sem við dættir við ekki hvort við getum dæmt þetta almennilega, kannski út frá vítateigslínunni eða svo. Já, ef eitthvað er að marka vítateigslínuna og hvar Sindri Þór þá er ég ekki sannfærður, skulum segja það. Allavega alveg í tæpasta lagi. Nei, hann lendir ekkert á stönginni, hann fær eitthvað högg hérna eða eitthvað snúning. Líklega hann Sindri Kristinn, hvort hann hafi stíðið eitthvað illa niður í grasið. Ekki alveg viss um það. Í Sindri listur þessi hérna upp völlinn en skallaði frá af Brynjari þarna sýndist mér. Keflvíkingar ætla bara að nýta tækifærið og þetta fasta leikadrið við það að koma boltanum inn í teginn. Adam Mægir sem að stendur yfir knettinum. Adam lístur þessu inn á teginn en Liðsmenn skallaði þetta bara upp í loftið þannig til þess að byrja með. Náðu að bæja þessu fram á Vuk Dimitrijevic. En Keflvíkingar svo aftur á Sindra í markinu. Sindri lístur þessu hérna fram og dempaði þetta niður hérna Bjarki og Leiknismenn neglaði þessu það fram aftur. Vel gert þarna í varnarleiknum hjá Bjarka Aðalsteinssyni, komnir aftur á knöttinn Leiknismenn, Daniel Finns. Til hægri aftur inn á miðsvæðið og Leiknismenn að freista þess að koma sér aftur í góð marktækifæri.
Svo skallar í burtu. Antoni Frey sýndist mér en já, brotið að lokum dæmt. Einar Inga. Kemur svo fram á, Sævar ætlaði eitthvað, nei, náði ekki þarna til knattarins fyrir af Antoni Frey, en hann gefur þetta ekki upp á bátinn hann Sævar, en þessi bolti endur aftur á Sindra Kristinn í markinu. Keflvíkingar aftur, Rúnar Þór. Rúnar ætlaði hann að koma þess að inn á miðsvæðið á Davíð Snær, ekki alveg á sömu blasi, en Keflvíkingar vinna boltann þó aftur. Það var Dagur Ingi hérna með hann út í hægra megin, Innra kominum inn á Adam Árna, gekk ekki, en fær annað tækifæri og hættuleg fyrirgjöfin. Skallað aftur fyrir af Brynjari Hlöðverssyni. Keflvíkingar aðeins að sækja í sig veðri hérna, svo sem ekkert aðeins. Það búið að vera ansi jafn leikur þá þrjá leiknir hefur kannski stjórnað þessu ívið meira. Bolti hérna í bakið á greiði myndatökumanninum. Þetta ekki vona á því. Hann að koma þessu hérna út á horninu og gerir það, þessi ágæti maður sem er mættur til þess að taka myndir hér á Suðurnesjunum. Fyrirgjöfin, svo nærsvæðið af Keflvíkingum og aftur fyrir eða hvað? Nei, segir Einar Ingi, hornspyrna. Fór þarna með málsitt Rúnar Þór og fékk sínu framgengt, önnur hornspyrna sem að Keflvíkingar fá. Fyrirgjöfin, dýpri bolti í þetta skiptið á fjarsvæðið, en leikur aftur fyrir gæti mögulega að farið aðeins af Adam Árna, en markspyrna niðurstaðan. Keflvíkingar gera þetta vel, koma þessu sín út því vistið á Rúnar leita hjálpinni og kemur sín á Joseph Gibbs þarna á Adam Ægir með fyrirgjöfina, en skallaði frá. Þetta þó hérna aftur á Rúnari aftur fyrirgjöfina og skotið, en vel varið hjá Kai Smith hann í markinu. Adam Árni með marktilraunina, en gerir þetta vel hann í markinu, hollendingurinn. Sjó kemur út og sækir þennan Rúnar. Anton leitir þarna fram á völlinn. Adam Ægir reynar að setja þetta þarna í svæði fyrir Davíð Snær sem gengur ekki, og leiknir sem gera virkilega vel að koma þessu upp vinstri vænginn hérna. Sævar og Vúk að koma sér inn í teginn, en þessi lengi aðeins og kemur svo fyrir að lokum, og Sævar aðeins of þetta í þetta hlaup, gerir vel Ignacio að koma þessu frá.
baráttu þarna. Þeir fá held ég hættusparki, Keflvíkingar fá ekki en eru komnir á knöttinn inn og tækifærið fyrir þá að sækja hratt. Rúnar líktur þarna fram, var í baráttunni Joseph Gibbs en sýnst að vera Bjarki þarna sem vann skallægin við hann en áfram heldur sókn Keflvíkinga, Andri Freyr og nú til hægri á Sindra. Svo lokum brotið á Sindra þarna. Ignacio Adam búinn að draga sig láttur að missa hérna og fær brotið að lokum. Brotið dæmt á hina víguna. Heyrðist nú eiginlega bara þetta menns frá þjálfurunum hérna á hliðarlínu sem ekki par sáttir. Ansi skrautlegt voru að segjast alveg eins og Keflvíkingarnir ætla að taka þetta hratt og nú eru bara svona hálf bakkar inn í hann þarna Davíð Snær og Sævar fær brotið og teljast pínu skrautlegt. Leiknismenn konur á boltan á ný. Henda þessu tilbaka á Guy Smith í markinu. Fínasti bolti þarna frá Guy út til hægri á Gyrði og það Ernir. Vúk, vel spila hjá Leiknismennu, það var Sævar, hann ætlaði að koma hann inn fyrir á Vúk, gekk ekki en Leiknismenn áfram með knöttinn. Bæja þessu frá að lokum. Gyrðir ekki beint sannfærandi varnarleikur þarna hjá Adam Maye. Þeir koma þessu fyrir Vúk með þunga fyrstu snertingu en áfram með knöttinn. Það reynir svo að vinna hotspinnuna og vill fá brotið en fær ekkert fyrir sinn snúð. Það Gyrði vel, Gyrði þarna fær hann aftur. Leiknismenn áfram sprækir hérna í sínum sóknaraðgerðum. Daniel Finns lyftir þessu hérna fjarsvæði. Þetta er svo langur bolti fyrir Mána Austmann sem var að koma þarna í hlaupinu. Keflvíkingar. Gibbs kemur svo til hægri. Bolti fyrir, þetta er ágætis bolti en aðeins svo framalega þarna fyrir Adam Átna sem var að koma inn í teginvinst og hafa farið af Leiknismönnum og hotspinna sem að Keflvíkingar eiga. Adam með spyrnuna, þetta er hættulegu bolti og fer þarna af Leiknismönnum og í markið. Gott ef þetta var ekki Dagur Austmann þarna á nærstökinni sem að fékk hann á kollinn og framhjá Guy Smith í markinu. Fyrirgjöfum frá
Adamæ Pálssyni góð þarna á nærsvæði en pínu klaufagangur á Leiknismönnum að stanga þetta ekki frá. Sjáum þetta aftur hér, kemur spyrnan á nærsvæðið og jújú, þetta er Dagur Austmann sem að á þennan skalla í eigið mark. Keflvíkingar komnir hérna yfir á Suðurnesjunum. Keflavík 1, Leiknir 0. Koma Leiknismenn, Vúk að reyna að fara þarna fram hjá Antoni Frey, gekk ekki en hann aftur úr boltan. Leiknismenn, aftur það Vúk Óskar og reyna hérna skotið, ansi löngu færi. Þetta er hörku skot frá Vúk Óskar Dimitrijevic og þarna ekki langt frá því að skora einhverju 30 metra færi. Sindri Kristinn með flotta markvarslu. Sjáum þetta skot, hörku skot að löngu færi og þessum unga dreng að fá upp úr þessu hotspinnu Leiknismenn. Kemur spyrna, þetta er fínn bolti í skallið þannig frá Sævar Atla en nær ekki að stýra þessu á markið. Já, Keflvíkingar komnir yfir hérna á heimavöllum á Suðurnesjunum, sjálfsögðu að freista þess að vinna sinn þriðja leik í röð í lengjudeildinni og koma sér upp að hlið Þórsarana í efstu tveimur sætunum. En eins og þú segir, þá eru það sjálfsögðu 3 aðrir leikir á dagskrá í lengjudeildinni í kvöld. Magni og Leiknir eigast við, þar sem að Leiknir Fáskrúðsfirði er komið yfir þar og IBVF leiklokið, IBVF Víkingur Ólafsvík, þar sem að Vestmannaeyingar unnu 2-0 sigur á heimavelli. Gary Martin með bæði mörkin fyrir IBVF í þeim leik. Það er markalaust hjá fram- og afturheldingu í Safamýrinni. Vúk, kemur svo til vinstri á Mána. Hérna er að koma sér á tegin en vel unnið tilbaka. Dag Inga sýndist mér. Keflvíkingar ná að koma boltinu fram. Adam í baráttunni en missir hins vegar út fyrir. Skrítinn sending hérna á miðsvæðinu beint á Keflvíkinga. Dagur Ingi tekur að rás hérna og klálega brotið á honum þarna Erni Bjarnason sem að gerir það. Þessi fyrirgjöf hérna og hálfskalla í burtu að Leiknismönnum og þó að koma þessi burtu á endanum fram á Vúk með góða fyrstu snertingu hérna, reynir að koma þessu strax fram á Sævar Atla en spurning hvort að dæma sem svo að boltin hefði fyrir út fyrir hérna. Joshua Gibbs í baráttunni en endar aftur á Keflvíkingum en senda beint aftur á Leiknismenn, Erni Bjarnason. Svona miðuna, bolti frá Daniel Finns hérna upp í kanalinn, þetta er flottu bolti. Máni komið sér á tegin, kemur skoti, fínasta skotana rétt fram hjá fjærstönginu. Sindri Kristinn Ólafsson ekki alveg par viss hvert þessi bolti var að stefna. Bara hana rétt fram hjá fjærstönginu, þetta er fínasta sending upp á vinstri vænginn hjá Daniel Finns og Máni svo gerir vel, kemur hérna inn á hægri löppina, þetta fínasta skot og alls ekki langt frá því að jafna metin hér á nettovellinum.
aftur á Sindra, Sindri, já, setur hann þarna í Árna Elvar, held ég örugglega og fæ brotið. Rúnar á Adam Ægir setur þetta upp í hornið og heldur áfram hlaupinu hérna. Rúnar komin upp að endamörkum. Ætlar að koma sér inn á teiginn og fellur nú við og hann farnir niður hérna. Sýnst að vera, kemur fyrirgjöfin, sýnst að það er Brynjar hérna sem að fór niður ansi auðveldlega og já, hefði nokkuð auðveldlega getað gefið frá sér vítaspyrnuna en ekki á sama máli. Einar Ingi, dómari leiksins. Andri á Adam Ægir og þetta kemur svo til vinstri á Rúnar. Rúnar ætlar að koma á hann aftur en gengur ekki. Brynjar kemur svo aftur á Guy Smith í markinu. Vóg, það gerir þetta vel, kemur þessu fram, Sævar Atli missir þessar aðeins svo langt frá sér og gaf þarna Sindra tækifæri til þess að grípa inn í. Daniel inn á Erni, Erni er framlíkusu á Dag. Rúmar 3 mínútur eftir af venjulegu leiktíma hér á nettóvellinum í Keflavíkinni, skulum við segja. Keflingar með forystuna eftir sjálfsmark leiknismanna. Dagur Hausmann fekk hann í höfuðið. Hérna er Adam Árni. Adam kemur svo til hægri, mikið pláss hérna fyrir Dag. Dagur kemur svo fyrir, þessi bolti er óvinnalega og ágætis tækifæri þarna sem rennur Keflvíkingum úr greipum. Koma askvaðandi inn á teiginn. Rúnar Þór Sigurgeirsson, sjáum hann hérna neðst í mynd, 24 og líklega að gera veldig betur hann að Dagur Ingi í fyrirgjöfinni. Það þarf að ná í bolta, engi boltasækjar. Svo, já, tilmæli frá KSÍ þetta er einhver smá deila sem skapaðist í kringu það allt saman. Ekki allir sem voru jafn parhrifnir, skulum við segja, af þeirri hugmynd, en svo líka alveg spurning hvort þetta sé bara huglægt mat hjá félagunum, hvort að þetta sé skipun frá KSÍ að það eigi ekki verið neinir boltasækjarar á vellinum eða hvort það liði mig bara ráða þessu sjálf. Nóðum það. Þetta fá brot í leiknismenn en fengu ekki og hér er hart samstuð. Það verða Brynjar hérna og Adam Árni sem að skella saman og Adam Árni liggur í grassinu hérna og heldur nakkan á sér. Þetta var ansi klaufalegt hjá Brynjari þarna í varnarleiknum. Sjá þetta aftur, leiður að skoppa og tegir svo í sig, hann er svo fyrstur í boltan og allt það, en Adam Árni fær svo heldur betur að finna fyrir því frá Brynjari í kjölfarið. Það fengi þetta smá högg á kjálkan. Adam Árni Róbertsson. Ætti nú að jafna sig eftir þetta öllu saman og að minnsta kosti risinu upp hérna halva leiðið að svo. Markaðist í leikmaður lengjudeildarinnar á þessu tíðanbili eftir 2 umferðir með 3 mörk. Adam Árni Róbertsson verið ansi yðnir við markaskorun eins og höfum komið inn á Keflvíkingarnir í fyrstu umferðunum. 9 mörk úr fyrstu 2 leikjum sínum. 7-0 sigur gegn Víking Ólafsvík og 5-1 sigur gegn Aftureldingu. Keflvíkingar Dagur. Kemur samt á Davíð. Davíð þurfti þó að teygja sig að nýknöttin og náðu ekki að koma nú að samherja. Vóg skilur hann eftir hann snirtilega Máni og brotið á Mána Austmann.
litla hreyfningu Keflvíkinga bæði í stúkunni og á bekknum. Sjáum þetta aftur hér hvort það ekki Sindri Þór þarna sem að krafsar aðeins í hæluna á Mána Austmann og brotið dæmt af Einar Inga. Bjarki á Brynjar. Brynjar lyftir þessu fram hérna á Sævar Atla í baráttunni við Ignacio. Ignacio hefur betur í þessu einvígi og gerir vel. Þetta maður og skrautleg tækling hérna frá Leiknismönnum. Þeir komu boltanum fram að vera Adam Árni en búið að flagga rangstöðu á Adam Árna þarna. Þetta maður að gefa til merkis það að tæklingin hjá Erni Bjarnasyni ansi skrautleg og ansi sein eins og við sjáum hér. Aldrei líklegur til þess að ná þessum bolta en tók ekki Datamægi niður svo að kemur ekkert upp úr þessu öllu saman en þá flautar Einar Ingi dómari leiksins til hálfleikshlés. Eitt mark skorað hér hjá okkur á nettovellinum í Keflavík. Sjálfsmark Dagur Austmann Hilmarsson sem að lenti í því óhappi 35. mínútu eða svo og Keflvíkingar leiða eins og áður segir í hálfleik 1-0. Sjáum við markið aftur. Adam Ægir með fyrirgjöfin og gæti reyndar hafa farið af Ignacio hann. Það fagnar allan með honum. Það erfitt að dæma út frá þessum myndum. Við skulum bara gefa Ignacio Nacho Herras Anglada þetta mark. Bara eiga það, mín vegna, en eins og áður segir, Keflavík 1, Leiknir 0 í hálfleik. Við skulum taka okkur hlé áður en við komum aftur eftir augnablik.
Já, velkomin aftur, kæra hörður, það er hálfleikur í viðri Keflvíkinga og Leiknis Reykjavík á nettavöllinum á Suðurnesjunum. Hörkuslagur, toppslagur í raun og veru í lengjudeildinni. Bæði lið farið vel að stað, Keflvíkingar með 6 stig eftir 2 umferðir og Leiknismenn með 4, en það voru Leiknismenn sem áttu besta færið hér snemma leiks. Sævar Atli Magnússon sem að voru í kjörnu marktækifæri þarna, sett hann yfir marki hjá Sindra Kristíni. Keflvíkingar byrjuðu þetta svona tiltölulega hægt en sóttu hægt og rólega í sig veðri. Hér er Adam Árni með fínasta skot en Guy Smith gerir virkilega vel í markinu. Svo fyrsta mark og eina mark þessa fyrri hálfleiks. Sjálfsmark hjá Degi Austmann Hilmarsinni og ég er staðfastur á því að þetta sé sjálfsmark en ekki mark hjá Ignacio Anglada eins og annar staðar hefur verið skráð. Sjáum þetta aftur hérna nokkuð ljóst fyrir mér að þessi bolti fyrir af Degi Austmann og í netið 1-0 fyrir Keflvíkinga eftir 35 mínútna leik eða svo. Hörku skot frá Vuk Dimitrijevic. Löngu færi en Sindri Kristinn gerir vel í markinu og blakar þessu yfir þverslána. Upp úr þessu kom hornspyrnan sem við sjáum hér. Sævar Atli með þennan skalla yfir mark Keflvíkinga. Ágætis sókn hérna hjá leiknismönnum Daniel Finn sem setur hann út á Mána. Máni kemur inn á tegin á þetta fínasta skot með hægri fæti en rétt framhjá fjarstöngginni. Gekk ekki hjá leiknismönnum að jafna að þessu sinni. Keflvíkingar hefðu þó hæglega geta verið komnir í 2-0. Dagur Ingi hér með boltan út í hægra megin og Rúnar Þór Sigurgeirsson hann í hlaupinu inn í tegin. Fær hann hins vegar ekki og eins og áður segir hálfleikstölur. Keflavík 1, Leiknir 0 en hérna sjáum við stöðuna í leikjum kvöldsins. Vestmannaeyingar tókum við á móti Víking Ólafsvík á heimavelli fyrir dag og sigruðu þar 2-0. Bæði mörkin frá Gary Martin. Að sjálfsögðu fram- og afturheldingi svo við í staðarmunni 0-0 þar staðan í hálfleik. Keflavík 1, Leiknir 0 og Magni Greinivík og Leiknir Fáskrúðsfirði eigast við í Greinivík. Það eru leiknismenn sem að leiða þar. Það er Katius Jan Greslak með markið á 15. mínútu úr vítaspyrnu. En svo morgun leikur Vestra og Grindavíkur. En ég held að það sé ekki seinna vænna heldur en að taka okkur bara aðra stutta pásu áður en við höldum áfram með þennan leik hér á Suðurnesjunum en ekki fara langt, við komum aftur eftir augnablik.
Velkomin aftur, kæru áhorfendur, síðari hálfleikur framöndan á Suðurnesjunum í vöri Keflvíkinga og Leiknis Reykjavík en á meðan skulum við aftur inn á stöðu leikja í hálfleik og einum leik lokið reyndar. IBF Víkingur Ólafsvík 2-0 þar, Kari Marti með bæði mörkin, staðan 0-0 hjá Fram og afturheldingu í Samirinni, Framararnir að leitast eftir því að sigra sinn þriðja leik í röð í deildinni og koma sér upp í 9 stig. Svo er það leikur okkar, Keflavík 1, Leiknir 0 eins og áður segir og svo Magni Grenivík 0, Leiknir Fáskursfirði 1. Markið þar úr vítaspyrnu á 15. mínútu Arkadiusz Jan Grjeslag. En það er sjálfsögðu einn leikur og sjálfsögðu á dagskrá sömuleiðis í Pepsi Max-deild Karla þar sem að Valur og Ía eigast við og samkvæmt nýjustu tölum eru Skagamenn komnir yfir þar eftir aðeins 4 mínútur. Viktor Jónsson með markið þar. Skagamenn undir stjórn Jónas Karls sjálfsögðu farið bara þó nokkuð vel af stað í deildinni í dag og einhvern veginn á pari kannski getum við sagt með við væntingar eða svo en ég sé ekki betur en það sé skipting hér strax í hálfleik hjá Leiknismönnum og það er Bjarki Aðalsteinsson sem að kemur á velli og Ósvald Jarl Traustason sem að kemur inn á í hans stað. Gera ráð fyrir því að þetta séu einhvers konar meðsli hérna hjá Bjarka. Með eitthvað tak eða eitthvað álíka í hálfleik og ákveður að hann getur ekki haldið leik áfram en Ósvald Jarl kemur inn á í hans stað. Ósvald fæddur 1995 og verið með Leiknir Reykjavík og Fram aðalega á sínu ferli. Stoppaði reyndar stutt í Gróttu eitt tímabilið 2015 og lék 18 leiki það tímabilið. Og undspil allt að vera klárt hjá okkur hér á nett á vellinum. Einar Ingi Jóhannsson tilbúin til þess að flauta til leiks og síðan hálfleikurinn komin í gang í þessum 6 stiga toppslag skulum við segja á Suðurnesjunum. Byrja þetta einu löngu fram sem að Brynjar hérna skalla frá. Keflvíkingar koma þessu snögglega upp. Ernir til hægri og Daniel hins vegar misti þennan bolta fulllangt frá sér og það verið Andri þarna sem hann náði að grípa inn í en sendingin lokum út fyrir hliðarlínu. Daniel aftur að Gyrðir lítur þessu fram þarna Vúk en gekk ekki. Leiknismenn fá þó aftur og hér er það Vúk Óskar Dimitrijevic og reynda að koma honum þarna á Sævar Atla, gekk eins og ekki. Leiknismenn að byrja hérna síðara hálfleikinn líkt og þeir byrjuðu þann fyrri þess að stjórna spilinu hérna og meira að sækja heldur en heimamenn. Fært sig hérna inn við hafsendinn, hann Dagur Austmann í stað Bjarka í hálfleiknum. Ósvald Jarl kom út til vinstri hérna í vinstri bakvarðarstöðuna. Var það sjálfsögðu fyrir því óheppilega atviki. Dagur Austmann Hilmarsson að fleita boltan í eigið mark. Eina markið leiksins á 35. mínútu og Ósvald í alls konar vandræðum en nær þó að koma þessu þarna á Brynjar sem að setur þetta bara hérna upp völlinn og full ágengt hjá Mána hann á vinstri kantinum, brýtur á Sindra Þór. Ósvald með innkastið, kastar þessu svo bara beint á Anton Frey.
Sendi ekki fyrir. Adam Árni kominn í ágætisfæri þarna en var aðeins truflaður þarna síðast mér af Degi Austmann og setur boltan fram hjá Adam Árni Robertsson. Fínasta fyrirgjöf þarna frá Degi Inga. Hann fær hann hér snögglega fyrir og það þurfti aðeins lengri tíma þarna Adam Árni til þess að ná boltanum undir stjórn og koma betra skoti á markið enda með að setja þetta fram hjá. Sindri lyftur þessu hérna upp, Joseph Gibbs gerir vel Dagur komin á vinstri löppina, kemur skoti, þetta fer af Brynjari Hlöðverksinni sýndist mér Andri hins vegar má ekki alveg við margnum þarna, hirða á hann boltan, Ernir snöggur að koma þessu fram á Vuk Óskar, Vuk Dimitrijevic og hleypur þarna á Anton Frey en fær brotið og gult spjald á Anton Frey Guðlaugsson. Eitthvað spilta hérna af ansi löngu færi en sýnir svona vindáttinn að leiknismönnum hérna í hag hvað þetta varðar. Fínasta hlaup hérna hjá Vuk klókur færir hann út til vinstri og Anton Freyr með einbeittan brotavilja að stoppa leiknismanninn unga. Kemur spyrna, þetta er á löngu færi og auðvelt fyrir Sindra í markinu. Full ágengur hérna, Sindri Kristinn Ólafsson í markinu, neglir þessu bara fram, alla leið yfir á kollega sinn Guy Smith. Ósvald, koma þessu fram, Vuk. Snirtilega gert hjá Vuk Óskar, þá er það Máni hins vegar missir hann of langt frá sér þarna og Rúnar Þór kemur þessu frá. Óskapur hann í andra, gefur boltan frá sér, Ernir leita að Vuk gerir þetta vel, ætlar að renna fyrir Sævar Atla en gengur ekki, hins vegar Ignacio Anglada gefur boltanum út fyrir. Þetta er snyrtilega gert, Davíð Snær snýr þarna úr pressunni. Adam Ægi Adam snýr inn, er með hlaupið hérna á fjárstönginni eftir að koma honum yfir en Ósvald kemst inn í þennan bolta og snöggur að koma þessu fram. Vuk nú til hægri og boltinn er á Sævar Atla, Sævar hins vegar næri ekki að taka með sér og Sindri Þór kemur þessu aftur á nafna sinn Sindra í markinu. Ósvald, Ernir snögglega fram á Sævar, hann kemur þessu hérna út til hægri á Daniel Finns, hann meiri tíma hérna Daniel til þess að meta kosti sína en gaf hann frá sér og lokum Ernir dæmdur brotlegur. Sindri, Davíð Snær, Davíð lyftur sinni og tegjandi fínasti bolti. Brynjar hann að sýndist með þessum koma þessu frá en Keflingar halda knettinum en Andri lyftur sinna út til vinstri á Rúnar Þór.
Þessi bolti af Keflvíkingum síðast eða hvað, já, sýnist mér við hlaupið þarna hjá Einar Inga við litla hrifningu Rúnars Þórs sem að hélt að væri með hotspinnu. Það er Dagur Austmann, held ég, örugglega farið niður og grípur hérna náran. Það er þá annar hafsettin í þessu leik sem að þyrfti að fara að velli fyrir leiknismenn. Nú þegar búið að taka Bjarka Aðalsteinsson sem byrjaði þennan leik að velli að öllum líkindum vegna einhverja meiðsla. Í það minnsta komin á lappir á ný hann Dagur Austmann, en spurning hvort hann á að harka þetta af sér eða ekki. Ekki komin inn fleiri mörk í hina tvo leiki dagsins sem að fara fram í lengjudeildinni. Staðan ennþá 0-0 milli fram- og afturhendingar í Sagamýrinni og leiknismenn frá Fáskrúðsfirði ennþá yfir á Grenivík gegn Magna. Boltanum fleytt á Vuk Dimitrijevic. Vuk ætlar að setja hann inn í svæði. Þetta er virkilega vel gert og leiknismenn að skora hér. Jöfnunarmarkið að koma á 50. mínútu. Máni Austmann Hilmarsson að jafna metin fyrir leiknismenn og þetta kom einhvern veginn algjörlega upp úr þurru. Það hljóta að vera pínu ósátti með þetta Keflvíkingar. Einn langur bolti fram, gott eða var ekki Máni sem að fleytti boltanum. Jújú, Máni Austmann byrjar allt saman fleyturunum á Vuk Óskar Dimitrijevic og Vuk skynsamur að setur hann bara inn í svæðið fyrir Mána Austmann til þess að koma inn og hann setur hann framhjá Sindra Kristíni í markinu. Keflavík 1, Leiknir 1. Gag. Báðu bræðurnir í liði leiknismanna komnir á blað. Máni Austmann fyrir Leikni og Dagur Austmann fyrir Keflvíkinga. Það ræða þetta við mataborðið í kvöld. Sævar kemur sá Vuk, leiknismenn hérna að góða mínútur hér. Vuk, boltan út í hægra megin gegn Rúnari Þór, tekur skæri sín, kemur boltanum fyrir. Þetta er virkilega vel gert en skallaði burtu af Sindra Þór. Sóknin þó ekki liðin hjá Ósvald inn á völlinn. Þannig að markaskorinn og þessi bolti í gegnum hendurnar á Sindra þarna í markinu en kemur ekki að sök. Sindri snöggur að koma þessu fram, Joseph Gibbs hérna í kapphlaupinu en skallaði þetta út fyrir Dagur Austmann sem að grípur hérna aftur náran á sér. Hlýtur einfallega að vera að koma að velli, ég trúi ekki öðru. Bara eiginlega á annarri löppinni hérna í öftustu línu. Sævar brotlegur eða hvað? Nei, en fer þó af fyrirliða leiknismann út fyrir. Það vel gert, Davíð Snær. Davíð kemur þessu bolta fyrir en Brynjar hann sem komur sem frá, þá er það Máni. Gerir þetta virkilega vel. Máni er að koma hérna fram völlin á Samherja og Daniel Finns með knöttin. Reyna að koma út og Sævar Atla gekk ekki og fer hann svo að lokum af Daniel út fyrir. Skiptingin klár á hliðalínunni. Sýndist þetta að vera Daði. Bíðum aðeins eru leiknismenn konun á teginn. Vuk reyndi að setja hann út í teginn á Daniel. Sýndist mér gekk ekki hins vegar og þá geta Keflvíkingar komið upp hinum meginn. Joseph Gibbs og klárlega brotið á Joseph Gibbs þarna. Ósvald Jarl Traustason sem að gerði það og uppsker gult spjald fyrir vikið.
tekur vel á mótorum hérna Joseph Gibbs og Ósvald sem er alltaf hérna fyrir aftanlímanninn brýtur á honum. Adam í baráttunum kemur svo Davíð Snær. Davíð að renna þess að inn fyrir á Joseph Gibbs, gekk ekki. Ernir lyftur þessu hérna fram, Sævar Atli eldir þetta en Ignacio fylgir þessu bara út fyrir. Leiknir Fáskursfirði komnir 2-0 yfir gegn Magna í Greinivík. Arkadiusz Jan Greislak með markið þar á 58. mínútu. Herðu, áhugaverð hreinsur þarna hjá Brynjari og hver er þetta brot? Það eru Leiknismenn við litla hrifningu Keflvíkinga í stúkunni. Það var nú hörku samstuð þarna á milli manna. Það var ekki Adam Árni þarna sem að lendi þessu samstöðu við Brynjar segi afsakið, en veitur þetta sem svo Einar Ingi að þetta sé Leiknismanna. Erfitt að meta út frá þessum myndum. Báðir liggja þær eftir. Það kom mark sömuleiðis í Samirina. Framarar að komast yfir gegn afturheldingu þar. Arnbelt Hafsteinsson. Og hér er svakalegt skot að löngu færi. Hvaðan kom þetta? Daniel Finns Mattíasson með skotið af 25 metrunum fram hjá Sindra Kristinn í markinu. Ég var alltaf upptekinn við að velta mig fyrir stöðunni í öðrum leikjum. Og þetta var rosalegt skot. Þetta þurfum við að sjá aftur og betur. Aftur er þetta að koma upp úr langri spyrnu frá Guy Smith. Nó að framlengja þessu. Sævar Atli gerir virkilega vel að skilja hann eftir þarna fyrir Daniel Finns sem lætur bara vaða og setur hann fram hjá Sindra í markinu. Hopp og sí, hann sussar hérna á Keflvíkinga í stúkunni. Rosalegt mark frá Daniel Finns og Leiknismenn komnir yfir. Keflavík 1, Leiknir 2. Þetta var dýrari típan hjá Daniel Finns, svo ekki sé meira sagt. Já, hérna hér. Já, þetta var frábært mark. Áfram gakk. Ásbyrðina sem að Keflvíkinga fá. Spilna. Það er hættulegur bolti á nærsvæði þarna en skallaði burtu að Leiknismönnum Guy Smith þarna í alls konar vandræðum í markinu, en aftur ná Leiknismenn að koma boltanum frá. Ósvald skallar hennar hins vegar út fyrir og innkasti Keflvíkinga. Þessi bolti ekki farinn, það var að Vuk Dimitrijevic. Vuk skeiðar hérna upp völlinn, kemur út til hægri á markaskorarann Daniel Finns. Daniel lítur inn á tegin, alltaf lista þessu fjarsæð en skallaði burtu af Sindra Þór. Leiknismenn fá hann þó aftur. Máni kominn hérna inn á tegin, reynir að koma hann fyrir, já gerir það, en Anton Freyr er að koma þessu frá.
Árni með boltan hérna út til vinstri en það gengur ekki hjá Leiknismönnum. Sindri lyftir þessu fram, Joseph Gibbs elti þennan en langur fyrir Ástarann og setur þetta bara út fyrir Brynjar Hlöðversson. Sindri með skrautlega sendingu þarna sem að vindurinn grípur en þessi afturfyrir hefði heldur betur risastór sigur fyrir Leiknismenn að taka hér á Suðurnesjunum. Myndu sjálfsögðu lyfta sér upp fyrir Keflavík í töflunni, myndu fara í 7 stig með sigri hér í kvöld og Keflingar sjálfsögðu halda sér við þau 6 stig sem að þeir eru með eftir sína 2 leiki. Flestir hafi gert ráð fyrir þessum 2 liðum í efstu 4 sætunum, skulum við segja, í lengjudeildinni á þessu ári. Sjálfsögðu nægur tímur eftir fyrir Keflvíkinga til þess að jafna leikinn. 65 mínútur rétt tæpar á klukkunni. Leiknismönnum hann í teiknum en kemur hann þá á samherja Adam Ægir hann í baráttunni og fær brotið Adam Ægir. Ekki beint við mikla hrifningu Gyrðis Rafns þarna sem að maldar í móinn við Einar Inga en þetta hefur nú lítið upp á sig. Brotið dæmt og áfram gakk. Adam með þessa spynnu og þetta var meira skot heldur en nokkuð annað frá Adam Ægi Pálssyni en fer þarna yfir allan teginn og aftur fyrir. Þá held ég fáum, nei, þetta eru ekki Leiknismenn að gera þessa skiptingu. Það eru Keflvíkingar, Dagur Ingi Valsson að fara af velli og Helgi Þór Jónsson að koma inn á í hans stað. Ósvaldur er reyndar komin inn á eins og hérna alla þulurinn er að gefa merki en það er Daði Bæring Halldórsson sem er að koma hér inn á held ég alveg örugglega í stað Dags Austmann sem að fara hann að haldra þarna eftir einhver meðsli í nára að með síndist en áfram gakk Vúk með skæri sín ætlar að skilja hann eftir fyrir Mána en gekk ekki. Fara hann aftur Máni og kemur hann á Vúk snöggur að setja þetta í svæði fyrir Sævar Atli og mikið pláss hérna. Daniel Finns með skoti þessi bolt í yfirmarkið að þessu sinni. Starfstættina, Dagur Ingi Valsson af velli fyrir Helga Þór.
Ásvald. Og Vúk fær hérna hörku tæklingu á sig frá Sindra Þór og við heyrðum bara allavega heim í stofu öskurinn í Vúk Dimitrijevic. Sindri Þór uppsker guldspjald fyrir vikið. Bara einfallega á seittanda Sindri Þór. Heldur betur fréttir úr Hlíðarendanum á Órigó-vellinum þar sem að Skagamenn leiða 3-0 í fyrri hálfleik gegn Valsmönnum. Bjössi Magsdeild karla að sjálfsögðu. Alls konar hlutir að gerast þar og óvæntir hlutir, svo ekki sem meira sagt. Ásvald, Máni, þessi bolti af Sindra Þór og út fyrir Vúk. Gerir þetta vel hérna Vúk umkringdur leiknismönnum en kemur nú á Árni út til hægri á Girði held ég örugglega, og það var Vúk lætur bara vaða hérna fyrir afkeflingum en gerir þetta vel. Sindri Kristinn í markinu, heldur þessu inn á. Anton og Joseph Gibbs mistar hins vegar of langt frá sér hérna Ástralinn og leiknismenn komnir á hann á ný. Sendi ekki inn fyrir og í baráttunni hérna Helgi Þór varamaðurinn en leiknismenn hreinsa í burtu. Adam Ægir ætlaði að lyfta þess inn fyrir á Joseph Gibbs, gekk ekki og fyrir því hörku tæklingu svo Ástralinn og gæti hæglega hafa uppskorið gult spjald fyrir vikið. Sýndist að hafa verið Girður hérna sem hann tekur niður. Ákveðið að halda spjöldunum í vasanum. Einar Ingi, dómari leiksins. Slakur bolti þarna út úr vörðinni hjá Gaia, kemur þó þess ekki að sök en Ernir Bjarnason verður illa ráðið sín og setur þetta út fyrir. Pressan aðeins að magnast hjá Keflvíkingum þessa síðustu mínútur eftir að Leiknismenn komist yfir á 60. mínútu. Davíð Adam kemur þessu hérna út til vinstri á Rúnar inn í skoti að löngu færi en þetta er yfir markið frá Rúnari Þór Sigurgeirssyni. Sjáum við þetta hér, boltinn berst út til vinstri, að gera að reyna þetta fínasta skot en því miður alltaf á leiðin yfir. Sævar velti þennan, virkilega vel gert hjá Sævar Atla, næstu því komið fram hjá Ignacio Anglada þarna en hann klór í bakkan og Sævar að lokum dæmdur brotlegur.
miður, Sindri hins vegar, já, jú, kemur þessu á Joseph Gibbs. Adam Meyer, Rúnar hérna í hörku hlaupi, snýr þessar inn á völlin. Adam Meyer hefði kannski betur rent honum hann í svæði fyrir Rúnar sem var að koma í overlappi, en gekk hins vegar ekki. Það var þetta tækifæri fyrir Leiknismenn að sækja hratt og hann liggur Sævar Atli eftir hann eftir samskipti sín, en áfram halda Leiknismenn. Það er að Máni Vúkarinn að koma sér um teginn, þá fellur hann við þannig í tegnum. Leiknismenn falla hérna í grasi út alla trissur og ekkert kom úr þessu skoti öllu saman, og þá stöðvar Einar Ingi Jóhannsson leikinn, en þá liggur Sævar Atli yfir. Kannski getum séð það aftur í endursýningu, en í þessari skyndisókn Leiknismanna þá lenti Sævar Atli í einhverjum samskiptum líklega við Ignacio Anglada, ekki alveg klár á því, og Einar Ingi ætlar að aðhafast eitthvað í málinu. Sjáum við aftur hérna, þetta er Ignacio Anglada sem bara stígur í vegg fyrir Sævar Atla þarna, og stóriðast að Einar Ingi hefði einfallega séð þetta almennilega, dómarakast eins og er. Það sé ekki skipting á leiðinni. Jú, það er þreföld skipting hjá Keflvíkingum virðist vera. Ólafur Guðmundsson sem kemur inn á Ingimundur Aron og Ari Steinn allavega. Adam Ægir sýnist mér sem er leiði sér að koma á velli. Við erum ekki alveg klára að því hver þriðmaðurinn er. Báðir Adamarnir, Adam Árni og Adam Ægir að velli, og Andri Fannar Freysson sem er leiðis að velli, og inn á koma Ólafur Guðmundsson, Ari Steinn Guðmundsson og Ingimundur Aron Guðnason. Máni keyrir þarna á Anton Frey, og hann tók hann ekki mikið af boltanum, hann Anton Frey þarna, en hann gefur ekki mikið fyrir þetta. Einar Ingi, og háfað öskur hér hjá Brynjari Hlöðversinni sem fer niður, hefur fengið eitthvað höfuðhögg þarna, sýnist mér. Það hafi verið Joseph Gibbs sem fór upp í þetta einvígi. Sjáum þetta kannski betur hér. Gibbs og Brynjar sem fara upp í hérna boltan, og já, Joseph Gibbs er hann ansið langt úti með vinstri hendina og fer alveg staðins í andlitið á Brynjari. Komin á lappir á nýja allavega hann Brynjar, og áfram getum við haldið. Eitthvað sem að Leiknismenn eiga hér. Ósvald. Yngast inn á Sævar setur hann á Mána. Finns aftur á Árna Elvar. Erlir aftur á Gæ lyftir úr sérna til vinstri, en út fyrir. Helgi aftur á Anton á Ignacio. Hann
Keflvíkingarnir að freista þess að jafna metin hér á nettovellinum. Það var til þess, já, rétt tæpar 12 mínútur eða svo. Þessi bolti af Leiknismönnum hins vegar og hornspyrna sem að heimamenn eiga. Kemur spyrnan á, nú skallanum hann að Keflvíkingar en fóru af Leiknismönnum. Gibbs heldur lífi í þessu, það er Ignacio með skotið, vilja fá hendina, kemur aftur skotið, reynsa á línu, í hendurnar á Guy Smith hana af samherja, alls konar darraðadans inn í teiknum sem að Leiknismenn eru ljónheppinir að sleppa með. Guy Smith getur ekki annað leyft sér að, já, brosa yfir þessu öllu saman. Sjáum þetta aftur hérna. Rúnar þarna sem á skallan upprunnilega. Joseph Gibbs heldur lífi í þessu og það er svo Ignacio með skotið, svo aftur Anton Freyr og svo hreinsaði hérna í eigin mann og Sævari Atla sýnist mér í hendurnar á Guy Smith í markinu. Rosaleg atburðarás þarna inn í teiknum hjá Leiknismönnum en aftur sleppa með skrekkin. Það er aðeins byrjað að svona hitna hana í kolunum fyrir framan mark Leiknismanna eftir að Leiknismenn komist yfir á 60. mínútu eftir frábært skot hjá Daniel Finns Mattiasson. Og sækir þetta brot þarna Ingimundur Aron full ágengur og ódýrt brot til þess að gefa. Kemur fyrirgjöfin, Máni með hana, þetta er fínasti bolti en út kemur Sindri Kristinn og hann saman þennan snöggur eins og að koma þessu leik. Það var að Ari þetta ekki gengur ekki, ansi skrautleg hreinsun hérna hjá Erni, eru komnir inn í teginn og alltof setn í tæklinguna er Helgi Þór Jónsson og veit upp á sér sökina, kipti hérna niður, ég held Brynjari Hlöðversinni og ekki það Brynjar, það sem Brynjar er í mynd hana. En ja, hverju sem því líður þá var þetta ansi ljót tækling hana hjá Helga Þór sem var alltof seinn og Leiknismenn ekki alveg par sáttir líklega við að fá ekki annan lit á þetta spjald en veit ekki alltof vel út þarna Ernir Bjarnason í þessari hreinsun. Betur fyrir hann, þá kom það ekki að sök. Sjúkraþeymi Leiknismanna hér að hlúa að leikmannum. Þetta er að ég held Gyrðir Hrafn þarna sem að leikur eftir. Diljá Guðmundardóttir, sjúkraþjálfari Leiknismanna, að hlúa að honum. Fleiri mörk í hina tvo leiki lengjum deildinni, fram 1, Afturelding 0 enda á staðan þar og Magni 0, Leiknir Fáskrúðsfirði 2. Menn hérna í Keflavíkinni orðin fyrir peraðir á leiktöfum meinti ég hjá Leiknismönnum, vilja láta þetta ganga eins betur. Sindri með fyrirgjöfin að falla hérna við í teiknum Keflvíkingar, fá hins vegar ekkert og Leiknismenn geta sóttrátt að Vuk Dimitrijevic. Vuk tekur hérna skari, kemur svo til vinstri á Sævar en gerir þetta vel hérna. Anton Freyr kemur svo út fyrir en innkastið Leiknismanna.
myndi ég halda allavega, eða hvað? Gæti hafa farið af Sævar Atla en ja, hvað það? Leiknismenn að undirbúa skiptingu. Sólon Breki Leifsson klár á hliðalínunni. Máni Austmann sem að kemur á velli í hans stað. Sólon Breki fæddur 1998, uppalinn í Breiðablik upprunalega og nú alveg ja, 5 leiki fyrir Blikana, 5 leiki, 16 leiki segi ég í efstu deild. Osvald kemur þessu frá að Vúk og Daniel hérna út í vinstri á varamanninn Sólon Breka. Sólon keyrir hérna inn á tegin og kemur sér inn á tegin með skotið. Sindri með markvörsluna og ná að hreinsa þessu burtu á síðustu stundu en sóknin þó í gangi hjá Leiknismönnum. Farið að liggja á Keflvíkingum. Ekki mikil tími til stefnu, 5 mínútur pluss ja, væntanlegur viðbótartími sem að gæti orðið kannski 3-4 mínútur eða svo. Keflvíkingar, Joseph Gibbs, hann svo lengi að snúa hérna, Joseph Gibbs kemur þessu þó á, sagði mér að það var það Ari Steinn reynir fyrir gjöfina en fyrir þó af Ósvaldi hérna út fyrir, engan sem að Keflvíkingar eiga. Sindri reynir fyrir gjöfina og í barndinu hérna ára Ari með skoti en laust frá Ara Steini þarna og ekki erfitt fyrir Guy Smith í markinu. Sævar sterkur þarna, stendur af sér Ignacio þar að Vúk Óskar tekur skæri sem kemur hún á hægri með skoti en var beint á Sindra Kristín í markinu, skemmtilegi taktar samt hjá Vúk Óskar Dimitrijevic. Alveg auðvelt að sjá af hverju F-fangar tóku þá ákvörðun að kaupa þennan unga strák. Mikill bolti í honum og á framtíðina fyrir sér er ég alveg vissum. Það er alveg hægt að gera fastlega ráð fyrir því að hann muni fá einhver tækifæri hjá fimleikafélaginu á næsta tímabili. Anton lyftur sín á tegin, þetta er alltof djúpt og í hendunar á Guy Smith í markinu. Helgi Þór. Sindri og Ara, hann er hérna freistað að koma sér í áttina að tegnum en Ósvald með tæklinguna. Vúk fer svo í aðra gerir vel hann sinni varnarleiknum líka Vúk Dimitrijevic en fyrirgjöfur frá Sindra. Þetta er hættulegu bolti, Ernir skallar það eins og frá en sóknin ekki liðin hjá enn sem komið er. Taka enga sénsa, Leiknismenn koma þessu bara út fyrir. Pressan að magnast frá Keflvíkingum en tíminn naumur. Ignacio út í vinstri á Rúnar
lyftir þessu inn á tegin og aftur smá vandræðagangur hérna á Leiknismönnum í varnarleiknum og setur hendina full langt út frá sér hérna Joseph Gibbs, allavega að mati Einars Inga og brotið dæmt. Nú aftur ekki við mikla hrifningu heimamanna. Gult spjald sömuleiðis á Joseph Gibbs og telur hérna á fingrum einnar handar brotin hjá honum, hann Einar Ingi og færir hann til bókar. Sjáum þetta hér, þegar hann reynir að skýla boltanum, setur höndina þarna klárlega fyrir upp í andlitið á Leiknismanninum. Áfram með leikinn segir Einar Vúk á Solombrega. Já, Leiknismenn farnir að nýta sér hérna tíman. Þessi bolti af Solon út fyrir, hárrétt hjá Einari. Gibbs ekkert brot, áfram með leikinn. Missir þess að róla frá sér hérna Davíð. Þessi sending gengur ekki, hún hérna að reyna að sefa þar upp í hotnið á Helga Þór sýndist mér, en það var skiptingu frá Leiknismönnum. Birkir Björnsson að gera sér kláran. Já, hann er ekki mikil hjálp í þessu. Jú, hann kemur þetta allt saman. Daði Bærings sem er að fara að velli, sem að kom nú inn á fyrr í leiknum. Hvort þetta sé taktískt eða ekki erfitt að segja, en Daði Bærings kemur aftur af velli og Birkir Björnsson inn á í hans stað í það minnsta. Spjald. Þetta ekki Solon Breki sem að fekk þetta spjald að ég held. Það var ekki rétt þessi skipting, ég held að við þurfum að leiðrétta það. Nújú, þarna Daði Bæring ennþá inn á. Það Vúk Óskar Dimitrijevic sem að koma á velli í stað Birkis Björnssonar. Það sé skrítið þar sem að ég sá ekki Daða Bærings verið að haltra neitt. Reiknaði með hann hefur verið meiddur, en það hefur verið Vúk sem að koma á velli þarna. Finnst afsökunar á þeim misskilningi, en Keflvíkingar að fá aukaspyrnu hér. Tækifæri til þess að hópa sér inn á teginn. Kemur spyrnan, Davíð Snær held ég örugglega með hann. Þetta á fjarstöngina, hættulegu bolti og Guy Smith nær að blaka þessu yfir markið. Skallinn þarna frá Helga Þór Jónssoni sýndist mér örugglega, og á síðustu stundu náði hollendingurinn Guy Smith í markinu að blaka þessu yfir. Út aftur hérna, nei, það Rúnar Þór þarna sýnist mér sem á skallan. Sög, taka þetta snögglega, aftur eða Rúnar hittir hins vegar ekki boltan og Leiknismenn kýla þetta bara upp í vindinn. Sindri aftur inn á teginn og Hörð bara þau að reyna að taka þetta niður. Ignacio reyna að halda lífi í þessu. Það alls konar ruglingur hérna í gangi í tegnum, en áfram heldur sókn Keflvíkinga. Joseph Gibbs, en þetta var nú snirtilega gert þarna hjá Brynjari Hlöðversinni sýndist mér, sem að kom sér fram fyrir Ástralan. Staðist upp á skjáinn, gula spjaldið á Solon Breka. Við áttum nú eftir að fá og sáum ekki staðfestan viðbóta tíma, en ég geti alveg trúið því að það væri svona 3-4 mínútur að minnsta kosti.
sjálfsögðu ekkert að spá mikið í því að koma boltanum í spil þessa stundina, fullkomlega sáttið með því að negla þessu bara upp völlinn og setja tilbaka. Ég myndi mér að það séu kannski 30 sekundur, mögulega 1,5 mínútu eftir af þessu. Hér berst boltinn á Sævar Atli með mikið pláss innan til þess að hlaupa inn í og hann virðist ekki hafa mikið áhuga á því að sækja að markinu sjálfu og gerir þetta virkilega vel. Ignacio, hann glaði hins vegar klaufið þarna að gefa þetta brot og þá ætti þetta öllum líkindum að vera komið fyrir Leiknismenn sem að sækja hérna frækinn sigur á Suðurnesin. Taka þetta stutt, Leiknismenn 4 mínútur liðnar að viðbúta tíma, gæti verið 50 sekundur eða svo, en þetta engast gestana. Snöggir að taka þetta, virðist vera Keflvíkingar. Sindri neyðist til þess að endurtaka þessa spyrnu og að gera að koma þessu bara held í upp öllu. Þeir getur haft kannski 5 sekundur, lítur og úru hjá sér Einar Ingi og flautar hér til leiksloka. Frábær sigur fyrir Leiknismenn á nettóvellinum í Keflavík. Risastórir 3 punktar fyrir Sigur Heiðar Höskuldsson og hans menn. Sækja hér 3 stig og lyfta sér í 7 stig þá upp fyrir Keflavík í töflunni og allavega í það minnsta upp í 4. sætið. Staðan síðastur ég vissi 1-0 fyrir Fram gegn Aftureldingu og mér skilst að leik sé lokið þar, svo að Framarnir lyfta sér þá í 9 stig, en IBVF sótti sjálfsögðu sigur á heimavelli gegn Víkingi Ólafsvík fyrir dag. 2 mörk á Gary Martin, en loka tölur hjá okkur á nettóvellinum í Keflavík. Keflavík 1, Leiknir 2. Það renna snöggvast í mörkin í fyrri hálfleik á 50 mínútu eða svo. Sjálfsmark hjá Degi Austmann Hilmarsinni til fyrirgjöfuna hjá Adam Ægi. Dagur Austmann, en Leiknismenn jöfnuðu þetta svo í síðari hálfleik. Frábær skalli þarna frá Máni Austmann sem framlengdi hann á Vuk Dimitrijevic og Vuk skildi hann svo bara eftir, sett hann í svæðið fyrir Mána sem kom inn og sett hann fram hjá Sindra Kristinn í markinu. 1-1 staðan eftir 55 mínútna leik, en Leiknismenn tóku svo forystuna aðeins 5 mínútur síðar þar sem að boltanum hér framlengt. Sævar Atli gerir frábærlega, skilur hann eftir fyrir Daniel Finns og sjáið þetta skot af löngu færi hjá Daniel Finns Mattiasinni. Gjörsamlega óverjandi fyrir Sindra Kristinn í markinu og þar við satt, eins og áður segir, 2-1 sigur Leiknismanna hér á Suðurnesjunum. Hér er staðan og fyrir snöggvast yfir hérna ánum við köllum þetta gott. Áttust Þróttur og Þórvið, þar sem að Þórsar unnu góðan 2-0 sigur í Laugardalnum. IBVF sigraði Víking Ólafsvík 2-0, Fram 1, Afturelding 0 í Safamýrinni. Keflavík 1, Leiknir 2 eins og áður segir og Magni Grenivík 0, Leiknir Fáskrúðsfirði 2. Svo 1 leikur á dagskrá á morgun, ekki dagskrá í okkur, heldur bara á dagskrá í deildinni, Vestri gegn Grindavík. En þá skulum við ekki hafa það lengra. Jú, förum við töfluna, endilega, förum við töfluna. Það þarf að skoða það. Framararnir, IBVF og Þór, þarna jafnir með 9 stig, en markatala jafn sömuleiðis hjá Fram og IBVF. Þar á eftir Leiknir, Keflavík, Grindavík og Víkingur Ólafsvík. Leiknir Fáskrúðsfirði sækja 3 stig í dag og sín fyrstu 3 stig í deildinni. Vestri með 1 eftir 2 leiki, en Magni, Þróttur, Reykjavík og Afturelding án stiga eftir 3 umferðir. En þá skulum við bara binda enda á þetta hjá okkur. Gunnar Ársleif heiti ég og þakka ykkur fyrir samfylgdina. Verið sæl.